Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Við ætlum að fjalla mörg málefni í þessu þætti. Við ætlum í lok þáttarins að fjalla Tyrkland, ástandið í Tyrklandi og miklar heitingar tyrkneskra stjórnmálamanna við evrópska stjórnmálamenn og Evrópu. Við fáum hingað Semu Erlu Serdar sem öllum hnútum kunnug í Tyrklandi. Við ætlum að tala heilbrigðismálin við Sigurbjörgu Sigurgeirsdóttur, fátækt við Mikael Torfason. En við byrjum hérna með völdum hópi álskjafa stjórnmálamanna, Gunnar Smári Egilsson, Ragnar Önundarson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Jón Steindór Valdimarsson. Mér finnst nú eins og málmálanna þessa dagana sé húsnæðismarkaður, þessi ótryggi húsnæðismarkaður, þessi hrikalega háa leiga sem að ungt fólk að borga á húsnæðismarkaði, skortur og íbúðum. Maður kannski svona svolítið veltir fyrir sér hver grunn ástæðan fyrir þessu ástandi sem við erum að upplifa á húsnæðismarkaðnum, þessu neyðarástandi sem í raun og veru. Þú byrjar Gunnar Smári? Já, ég held að stór hluti skýringuna svona nær okkur í tíma og rekja til þess að við erum eiginlega að koma út úr og erum kannski ennþá föst inn í svona samfélagslegri tilraun sem maður má kenna við nýfrjálshyggjuna, þar sem að hugmyndin var sú að færa verkefni út frá svona stjórnmálasviðinu og félagslega sviði út á markaðinu, vegna þess að markaðurinn myndi leysa öll vandamál. Og við meðal annars einkavæddum félagslega kerfið, verkefnabústaðina, sem nú alveg stórkostleg ákvörðun í sjálfu sér. Það var svona fólki sem bjó í verkefnabústaðina hafði rétt á því að selja íbúðir út úr kerfinu. Svona right to sell, ef maður vitnar síðan óbeint í Margaret Thatcher sem minnkaði félagslega kerfið sitt með right to buy, þess að leigjendur mættu kaupa húsnæði. Þannig að hér hefur verið ríkjandi sem hugmyndum að markaðurinn leysi öll vandamál. Þrátt fyrir það að við sjáum kannski í nágrannalöndum okkar að kannski 15 upp í 3 alls húsnæðis félagslegur með einhverjum hætti. Þannig að kerfið varið fyrir verðsveiflum í íbúðarhúsnæði og verðsveiflum á fjármögnun, vöxtum öðru slíku. Þannig að hluti af fólkinu, láglaunafólkið, lífeyrisþegar og aðrir slíkir eru varðir fyrir markaðnum. Og ég held að þetta ætti að vera öllum ljóst að raunverulega ekki hægt að hafa þetta öðruvísi. Við þekkjum það vel á okkar sögu, við þekkjum það í hruninu þar sem að kannski 15-20% af heimilum, kannski 30% af heimilum verður raunverulega gjaldþrota, 10-20% af heimilum bara missir heimili sín. En sko við þekktum ekki áður, það voru ekki þessar miklu verðsveiflur á húsnæði og það var ekki kannski þessi hugmynd að húsnæðið ætti að vera einhvern veginn, húsnæðið mann stóri lífeyrissjóður sem maður á að fara með inn í ellina. Það var svona hugmyndin sem það var. Já. En bara svo ég klára bara þessa hugmynd kannski, það kom inn á þetta, að þegar þessi tilraun núna á síðustu árum, þegar við lendum í mjög sérstök ástandi, þar sem ferðamönnum fjölgar og þeir nýta sömuleyti íbúðarhúsnæðið og til viðbótar að þá verður gríðarleg þörf fyrir vinnuafli, þannig að flutt inn fólk, það verður 4.000 nýjir einstaklingar sem komu til þess að vinna í ferðaþjónustunni í fyrra. Það er gert ráð fyrir að vera 5.000 á þessu ári. Við getum borið það saman við það að stærsta aðgerðin til þess að uppbygging og félagslegu húsnæði 1200 íbúðir á 4-5 ára tímabili sem ASÍ stendur fyrir. Þetta svo lágar tölur. Ég held að Gylfi hafi metið það að vantaði 20.000 félagslegar íbúðir. Við erum með ráðagerðir það að byggja 1200. Af hverju erum við það? Af því að það eins og sé eitthvað svona þjóðtrú hér að við höfum algjörlega gengið nýfrjálshyggjunni á hönd og við trúum því ekki og við erum hægt að hafa getu til þess að bregðast við þessu vandamáli með félagslegum aðgerðum og byggja félagslegt húsnæði eins og var gert hér 1930 og var gert hér upp úr 1960. Ragnar, þín skýring. Já, ég sammála því að í grunninn vandinn hugmyndafræðilegur. En það ágætt líka að muna hvernig hann myndast þessi skortur þegar að sverfur að í efnahagsmálum, smá kreppa 2002-2003, þá hætta sveitarfélög að framleiða lóðir, undirbúa lóðir. Sama gerist eftir hrunið. Og svo þegar glaðnar til, þá tekur svo langan tíma að vinna þetta upp. Já. Og verðþróunin hefst og það verður skortur. Verktakarnir taka við og markaðurinn nær aldrei jafnvægi. Eins og staðan núna, þá ekkert hægt að gera til að hjálpa nema að auka framboð. Sérhver aðstoð á eftirspurnarhlið bara hækkar verðið.
því að þá hlaupa hinnir efnuðu til og sem hafa lánstraustið og taka lán eða taka út sparifé og kaupa íbúðirnar upp. Unga fólki situr eftir. Þessu ekkert stýrt í dag, samt þetta algjörlega fyrirsjánlegt. Það vita hvað margir einstaklingar í hverjum árgangi, hvenær þeir koma inn á þennan markað. Það vita hvað hefur verið framleitt á síðustu árum og hver skorturinn var og uppsafnaður skortur. Auðvitað þarf að stjórna þessu. Það þannig að því að Gunnar Smári var að nefna þetta með hugmyndafræðina, að í Evrópureglum þá var einmitt gert ráð fyrir því að félagslegar íbúðir séu undanþegnar reglum viðskiptalífsins. Hér bara öllu hent inn á þennan markað og verktakarnir, þessi stóru, ég kalla það núna kverktaka, af því að það er svo spennandi að búa til nýri eins og hrútskýring. Kverktakarnir, þeir framleiða bara þær íbúðir sem þeir geta hagnast mest á og að gera að framleiða ekki nóg, þannig að það verði skortur og álagningi sem mest. Svona ástandið og við látum bara all lönd og leið, hugsum ekkert velferð. Ertu að meina að það hafi orðið svona mikil, braskvæðing á húsnæðismarkaðnum? Já, þetta bara hugmyndafræðilegi vandinn sem Gunnar Smári segir. Já, Bjarkey. Já, ég alveg sammála því, þetta hugmyndafræðilegu vandi og ég tek líka undir það með þeim að þetta verður ekkert leyst öðru svona, við byggjum bara, en svo má auðvitað ekkert gleyma því að það sem einmitt var rakið hér áðan og gerðist með verkamanna íbúðirnar, að sveitarfélögin voru líka mörg hver, sérstaklega landsbyggðarsveitarfélögin, áttu erfitt uppdráttar með þessi félög með verkamanna íbúðirnar. Þannig að smá saman hafa þau verið að selja út úr sínu kerfi sem að þýðir það líka að landsbyggðinni ekki kannski eins mikið byggt eins og þyrfti því að það líka skortur á húsnæði. Þetta á ekki bara við hér höfuðborgarsvæðið þó að sé stóri vandinn sé vissulega hérna. Að þá hefur þetta orðið til þess að það vilja fáir byggja út á landi af því það kostar ju þetta jafn mikið og hér á höfuðborgarsvæðinu en verðgildið þetta öðruvísi eins og við vitum. Þannig að þó að við vildum og gætum boðið ungu fólki starf sem að vildi flytja heim aftur, þá erum við líka með skort á húsnæði út á landsbyggðunum í hinum dreifðu byggðum. En ég held að hér á höfuðborgarsvæðinu að þessi vandi, ég alveg sammála því, þetta bara kapitalið í hnotskurn, það bara birtist okkur svona, við höfum ekki gætt á okkur, við höfum ekki kannski hugað að þessu eins og nágrannaþjóðirnar okkar hafa gert, byggt upp þessar non-for-profit íbúðir, þar sem að líka þessi, hvað ég segja, eignarhugsun hefur alltaf verið svo rík í Íslendingum. Jú, hún náttúrulega, já. Hún svo kannski ríkari hjá okkur heldur en mörgum öðrum þjóðum. Og núna erum við kannski líka stöndum frammi fyrir því að bregðast við þeim að markaði. Það að segja, yngra fólk vill geta haft val það hvort að kaupa sér að leigir. Það vill vera og hreyfanlegra heldur en að, ég held að við segjum kannski okkar kynslóð að hún hafi verið. Þannig að það svona breytt hugsun líka og við bara fjallum á því prófi, markaðurinn auðvitað sér ekkert þetta. Þannig að það orsökin auðvitað svo, þessi bara grunn hugmyndafræði að mínu mati. Jón Steindór, þú þekkir nú þessi mál, þú varst hjá samtökum iðnaðarins og það það spurningir, var einhver hugmyndafræði sem brást, hvað getum við gert til þess að bæta þetta? Við höfum náttúrulega ákveðin nýjan veruleika í þessu líka, það eru stór leigufélög sem eru farin að koma inn á markaðinn og það náttúrulega ákveðin svona kapitalvæðing í þessu, en það náttúrulega svoleiðis félög eru til víðar en á Íslandi. Já, en sko þetta vandamál er búið að vera lengi, það er búin að vera, sko talandi ég hafi verið hjá samtökum iðnaðarins í gamla daga, við töluðum alltaf það að væri byggt og lítið og það væri lóðaskortur og ég held að þetta tengist í sem Gunnar Smári aðeins myndist á hérna, það eru svona samverkandi þættir sem við erum að takast á við núna sem eru mjög óvenjulegir. Við erum náttúrulega komin í gegnum kreppu og þá var lítið byggt, lóðaframboð hefur verið algjörlega í lágmarki, vextir eru háir, þannig að þetta hjálpast allt að við að gera það að þetta síðan kom allir þessi ferðamenn, mann ekki hvað er ekki 2000 R&B íbúðir í Reykjavík, þannig að það er engin smá blóðtaka að taka þetta allt saman út af leigumarkaðinum til dæmis. Þannig að þetta ásér þessar skýringar, ég nú ekki alveg sammála því að eina lausnin í þessu sé sem sagt það að félagsvæða allt kerfið, eins og það þurfum við að auka framboð á lóðum, við þurfum að geta byggt ódýrari íbúðir og við þurfum að ná niður vöxtum, en þetta þarf að haldast í hendur því það er líka alveg rétt að ef það er áfram skortur á íbúðum þá
hækkar bara verðið, þannig að það verður að gera átak og Við eigum sko heimsmet núna í hækkunum húsnæðisverði. Já, Bara og minna, bókafíti. það er náttúrulega sko meir en skuggalegt hvað húsnæðisverð hefur hækkað, þannig að það er nauðsynlegt að auka framboðið og það er nú verið að undirbúa það ríkisstjórnin er búin að setja niður 4 ráðherra hóp sem er að tala við sveitarfélögin og aðila í byggingariðnaði, þá sem hafa með byggingarreglur að gera, það þarf að fjölga ódýrum íbúðum. En erum við að tala um að byggja, ég meina einu sinni voru byggðir verkamannabústaðir og það var byggt heilt Breiðholt upp úr svona húsnæðiskreppu sem var þarna á síldarárunum. Ég meina, erum við að tala um að það þurfa að fara í einhverja svoleiðis aðgerðir? Já, klárlega. Og það sem við ættum að ræða núna væri það hvort teljum við að vera eðlilegt að 20% af markaðnum sé svona félagslegur þar sem er varinn fyrir verðsveiflum og húsnæði og fjármögnun eða ætti að vera 33% eitthvað staðar þar. Við erum með kerfi sem er kannski innan við 5% í dag sko. Það sem félagslega kerfið er. Það er að opna í lögum núna sko leiðir fyrir félög af þessu tagi. Já, ég nefndi stærðirnar í því. Það eru 1200 íbúðir sem ASÍ ætla að ráðast í á næstu 5 árum og það er bara allt of lítið. Annað varðandi það sambandi við markaðsvæðinguna. Nú er verið að tala um að við sem að gangi í gegnum mesta hagvaxtarskeið sögunar og ég held að það sé bara þannig. Ég hef aldrei upplifað annað eins og áhrif ferðamanna á íslenskt hagkerfi. Og þetta hefur valdið kaupmáttaraukningu. Ef maður skoðar þróun, bara býr til venjulegt fólk sem hefur launið þeirra hafa hækkað jafnt mikið á meðaltalið og lætur það að búa í leiguhúsnæði, leyfir sér reikna það. Þá hefur leigan hækkað svo mikið að það er engin kjarabót til þessu fólki síðan til 5 ár. Þannig að þeir sem eru á leigumarkaði og hafa þurft að er í höndunum á þessum leigufélögum, kverktökum sem einhver datt í huga vantaði í íslenskt samfélag. Það er eins og að einhver hafi lesið sko Dickens bók og sagði, getum við ekki fengið svona landlordinn í íslenskt samfélag, myndi það ekki berga einhverju? Landlordinn, hann étur upp alla kaupmáttaraukningu þeirra sem eru á leigumarkaði á mesta hagsælda tíma íslenskt. En er þessi leigufélög neikvæð? Menn þetta til, maður fyrir til útlanda og leigir íbúð og þá er maður að leigja við New York, Berlín, Kaupmannahöfn og... Það er lærdómur Dickens árana, upphafsára innbyltingarinnar, að þú getur ekki látið sigað óheftum kapitalistum á fátækt fólk í verðandi húsnæðismál og verður að verja það. Leigufélögin? Já, sko, bara fínt. Við höfum lagarama það og ég meina, ef menn vilja byggja eða nýta leigufélagsformið, þá er það bara hitt besta mál. Ég meina, þá bara byggja menn á þeim forsendum og fólk leigir þar. Ég bara nákvæmlega ekkert á móti. En þetta fer saman. Björki? Já. Við stöndum náttúrulega frammi fyrir því enn og aftur að markaðurinn er að þjappast á fárra hendur eins og gerðist hér fyrir hrun með bankana og með aðra slíka hluti. Nú eru þessi félög að verða í eigu örfára aðila, fjársterkra aðila sem að keyra bara hér upp markaðurinn og halda því bara áfram og það eru þetta kannski það sem að hér er verið að ræða. Við þurfum að bregðast við með því að vissulega komið fram aðeins í og einhverjir ætla að byggja núna en þetta gerist mjög hægt og við þurfum ég sammála því við þurfum að ákveða ætlum að hafa ekki stóran hluta af kerfinu okkar félagsvæddan af því við höfum þörf fyrir það og ekki bara núna. Ég held að það sé eins og ég sagði áðan vegna þess að fólkið sem er að byrja að búa í dag, það vill hafa þetta val og það verður ekki öðruvísi nema það sé á einhverju viðráðanlegu verði og þegar við tölum að breyta byggingareglugerðum og annað slíkt að þá bara byrjum að menna að huga því að ganga ekki svo langt að fólk sé farið að búa í hálf gluggalausu og einhverju slíku eins og það voru hér hugmyndir á síðasta kjörtímabili það og gámarnir sem að og það er bara stórhættuleg hugsun. Þannig að við þurfum líka að hafa það í huga að þegar við erum að byggja ódýrar íbúðir að fólki sé þá gert kleift að búa þar ekki bara stundarsakir, heldur getið að vali hvort það færist á milli í kerfinu eða sé áfram í þessum íbúðum og þar þurfa að geta tekið á móti fötluðum einstaklingum eða þú þarft að geta elstaður þannig að það er verið að uppfylla allar kröfur en það var verið að huga því á síðasta kjörtímabili. Ég vona svo sannarlega. Ég held að gallinn eða vandamálið er það að þetta leysist ekki á 1 ári eða 2. Það er bara eitthvað sem við sitjum uppi með. Það má þá segja við höfum, eða þeir sem hafa haldið
völin hafi þá sofið á verðinum, en þetta leysist ekki á einu ári. Við verðum að leysa þetta núna, vegna þess að þú byggir ekki þetta sem vantar á einu ári. Ef þú ert með 300.000 krónur á mánuði og leiga þín hækkar 30.000 krónur á einu ári eða 18 mánuðum, þá áttur á því að þú hefur ekkert að borða frá 20. hvers mánaðar til mánaðarloka. En ert þú með plan hvernig á að byggja 10.000 íbúðir á einu ári? Við ætlum að fara að skoða það hvort við setja þak á leigu. Við verðum að verja þetta fólk. Þetta meiri efnahagslegar hamfarir sem ganga yfir fátækt fólk á leigumarkaði heldur var hér í hruninu. Munum eftir því hvað gerðist eftir gosið í Vestmannaeyjum. Þá voru nokkur þúsund tilsniðin hús flutt inn frá Skandinavíu og sett upp á 6 til 9 mánuðum eða 12 mánuðum. Og núna þá þurfum við ekki á meiri þenslu að halda. Það alveg upplagt í sterku gengi að flytja inn núna tilsniðin hús, gera bara lóðir klárar og flytja inn hús eins og eftir Vestmannaeyjagosið og létta á þrýstinum. Meira að minna fegustu timburhús landsins voru flutt inn Já, þessi á sínum tíma. Þau eru í Garðabæ og eru eftirsótt frekar nett og eru í góðu viðhaldi. Já, það er bústaðurinn. En mér langar að nefna það að við þurfum að stjórna þessu til lengri tíma og sveitarfélögin þurfa að koma þar inn í. Og þar á meðal geta menn veitt sveitarfélögum sem hafa sín fjármál í lagi, bara þeim, heimildi til þess að ganga lengra. Þeir geta ekki bara útbúið lóðir, heldur líka útbúið botplötur sem standa tilbúnar þegar glanar til. Nú að hanna húsið og á því eru kvaðir að þetta fyrir ungt fólk. Það eru kvaðir á húsum að það fyrir 60 ára og eldri, margar blokkir. Alveg eins hægt að hafa kvaðir fyrir ungt fólk. Og það þarf ekki að henda öllu fyrir kverktakana. Ég verð að segja í þessu samhengi því að ég myndist á sveitarfélögum á landsbyggðunum að þar hefur það verið þar á mjög mörgum stöðum einmitt þar sem að menn hafa boðið fríar lóðir og frítt heimahúsum og allt hvaðina til þess að reyna að laða fólk til bygginga. En þá komum við alltaf að þessu aftur byggingarkostnaðurinn eru jafnmikill hér á höfuðborgarsvæðinu og svo leið þú flytur inn að þá er bara fasteignamatið, þá húrrar það niður, skilur, þannig að myndunin verður strax miklu minni heldur en hér, þannig að þú ert í rauninni svolítið fastur ef að þú hyggst einhver tíman breyta til og jafnvel minnka við og eitthvað slíkt, að þá eru þetta verðmyndunin allt önnur og það er það sem við höfum staðið frammi fyrir í þessum dreifðu byggðum, því ég vil að við hugum að þeim líka, snýr svolítið mikið alltaf hér á höfuðborgarsvæðinu í staðinn fyrir að við sjáum að við viljum byggja í öllu landinu og hún í rauninni, það er líka svolítið stopp þar En við komumst nú held ég ekki í gegnum þessa umræðu án þess að minnast á vaxtastigið á Íslandi. Það er náttúrulega mjög hátt og það setur náttúrulega mjög stórt strik í reikning allra þeirra sem eru að koma sér húsi yfir höfuð annarkvort í eigin nafni eða byggingarfélaga eða leigufélaga eða hvað það heitir. Þetta er rosalega stórt atriði sem við verðum að reyna að takast á við. En hvernig er hægt að lækka, í 7% hagvexti og svona brjáluðum uppgangi, er þá hægt að lækka vexti? Ég meina, ekki vaxtastigið bara miðað við ástand í hagkerfinu bara frekar eðlilegt? Kjarni málsins sá að Ísland hefur allar síðustu öld verið vaxtarsvæði með mestan hagvöxt í Evrópu og við slík skilyrði eru raunvextir háir. En það er annað sem veldur háum vöxtum og það er óstöðuleiki. Og við þurfum að hugsa það hvað við getum gert til þess að auka stöðuleika. Við vitum að það er auðvitað umdeilt en orkuvinnsla og stóriðja, hverflarnir snúast með sama hraða alltaf, alla daga, allt árið og stóriðjan er mjög stöðugt element. Við þurfum að færa fórnir ef við viljum stöðuleika. Það er aðferð til að lækka vexti, að auka stöðuleikan. En núna getum við lent í ekki bara aflabresti, heldur túristabresti og þá kannski lækka vextir, vonandi. En viðvarandi háir raunvextir þýða massífa, gríðarlega eigna tilfærslu frá fjöldanum til þeirra fáu sem eiga sparifé. Massív og á móti því var alltaf unnið með eignaskatti. Það var gert, þannig tekið 1% af einni eign endur úthlutað og þetta náttúrulega var ekki vinsælt af þeim sem eiga pening og veröldin er að hætta þessu vegna þess að stóru ríkin er að keppa ríka fólkið með skattatilboðum og ríka fólki borga minnst hlutfallslega í skatta en ætlum við að elta það. Noregur sem talið verið eitt allra ríkasta land veraldar og
skandinavískt, norrænt velferðarkerfi, land, það heldur í eignaskattinn. Og það eina landi í kringum okkur sem gerir það. Já. Þetta eina verkfæri sem við höfðum til þess að vinna mótið þessu. Nú erum við hægt að vinna mótið þessu. Og þá heldur þessi massífa eignatilfærsla áfram. En ekki líka sko rétt í þessu samhengi að þegar rætt stöðuleika að við ræðum nú bleikafílinn sem er krónan. Ekki rétt að, ég held að það sé það eina sem að, sko, gengisveiflur hér, ég kann nú ekki að nefna sko prósenturnar sem að gengið hefur sveiflast núna á síðustu misserum og hvað það hefur gert áður. Við förum reglulega í þennan rússíbana. Hann hefur nú engin smá áhrif á hlutina. En það ekki? Og hérna, ég held að menn verði að sko líka ræða sko grunnrótina. Ég held að við náum aldrei neinum stöðuleika hér í Íslands samfélag með krónunni. Það er nú hinn bitri sannleikur sem að menn eiga gríðarlega erfitt með að horfast í augu við. En fyrr en við nálgumst það að þá stöðuleika í gjaldmiðilinn, sumir segja að það sé hægt með einhverjum ráðum. Það er núna nefnd á komin verkefnisstjórn sem á að skoða þetta fyrirkomulag. Það eru ýmsar leiðir nefndar. Við í Viðreisninum talaðum myntráð sem getur verið upptaktur af upptöku evru í fyllingu tímans. Ég held að við verðum að skoða þetta í alvöru en ekki alltaf íta þessu frá okkur og geyma þetta sem er langstærsta atriðið í því að ná einhverjum stöðuleika í Íslands samfélag. Við komumst ekki hjá því að íta því alltaf frá okkur. Okay. Nei, og ég sko get alveg tekið undir það, mjög verðt að skoða þetta. Krónan þetta stóð með okkur í gegnum og eftir hrunni, það er alveg fullirða það hefur gerst og við höfum þetta búið þessar sveiflur, en það eru kostir og gallar í þessu öllu og ef þetta væri bara sér svona eins og að smella fingri, að þá værum við þetta búin að festa gengið eða við værum búin að taka upp einhvern myntráð eða ganga í Evrópusambandið eða hvað nú er ef það myndi leysa öll okkar vandamál. Þannig það eru þetta kostur og gallar við hvaða leið sem við förum. Það eru fórnarkostnaðir við það að festa gengið, það er klárlega. Það getur verið til þessum sveiflum sem eru núna þegar búið að létta af höftum, að þá eru þetta allt komið á flot. Þannig að það eru þetta kostur og gallar sem við verðum að vega og meta. Og ég tek undir það með Jóni Steindóri að ég held að sé allt í lagi að við skoðum þetta og veltum þessu fyrir okkur hvort að, já, hvað ég segi, hverjir eru kostur og gallar þess að ýmist að festa gengið eða taka upp aðra mynt eða eitthvað slíkt? Nú segir fjármálaráðherra sjálfur í viðtali að koronan sé ekki heppileg til frambúðar. Við erum auðvitað örhagkerfi, það er auðvitað vitað, en eins og ég segi, ég held að það breyti því samt ekki að það sem við erum verið að tala um núna við að þátt að leysa verðtrygginguna sig svona, það er talað um að það eigi að lækka vexti og það geti gerst tiltölulega hratt. Ég held að það gerist ekki tiltölulega hratt. Ég held að meðan við erum að fást við að finna hvaða leið er heppilegust, að það tekur okkur einhver ár, alveg sama held ég hvaða leið við förum. En við höfum að skoða það. Sko, nú erum við búið að taka, sko það er verið að taka af höftin, svona, já, og menn voru að velta þessi, er þetta sko leið til þess að fella gengi, eru menn að ná genginu niður með þessu, það er nú, virðist nú ekkert verið að gera sem þetta sérstaklega, sko, hvað er það sem að við gerum í þessu, Ragnar? Já, ég verð nú Þú hefur nú varst nú maður sem varaðir við einu stykki hruni langt síðan. Er annar hrun framundan? Nei, er ekki hrun framundan. Það eru, bankarnir eru heilbrigðir og það getur komið auðvitað verðfall ellendis frá og svo framvegis. Nú ætla ég að minna á varðandi krónuna að evran hjálpaði ekki Grikkjum, ekki Ítölum, ekki Spánverjum, ekki Portúgalum, ekki Írum, leysti ekki þeirra vanda. Það er hægt að fara sér að voða með fleiri myntum heldur en krónunni. Og nú ætla ég að vera sá sem er ekki í takt og ég ætla að standa með krónunni. Ok. Það er nú gert reynda Krónan, hún að fá að vini, en af hverju erum við með hana? Það er til þess að geta fellt hana. Við erum með hana vegna þess að þegar að það koma áföll erlendis frá, verðfall, aflabrestur hefur það verið, það getur verið túristabrestur í framtíðinni eða eitthvað, þá minnka þjóðartekjurnar og þá þýðir ekki að við séum að halda áfram að skipta á milli okkar innbyrðis meiri tekjum heldur en með þjóðartekjunum og þess vegna fellum við gengið til þess að taka höggið sameiginlega. Gengisfelling er velferðaraðgerð, merkilegt nokk, til þess að taka sameiginlegt högg. En í löndunum sem ég taldi upp áðan, eins og Spáni og Grikklandi, þar taka þeir höggið sem missa vinnuna. En hinir opinberir starfsmenn og fleiri, þeir njóta þess að hafa föst laun í evrum og svo siglir samfélagið í heild inn í mikið vandamál, viðskiptahalla og slíkt. En við réttum okkur af snögglega eftir hrun með gengisfellingunni
og höftunum. þetta, já. En þegar gerist svona hlutir þarf miklar... þegar hún ánast sko spórreisis eins og núna og það talað já að Ísland sé orðið 40% dýrar en það var fyrir nokkrum misserum. Það hugmyndafræðilegur vandi, eins og Gunnar segir. Af hverju lögðum við ekki aðkomugjöld strax á túristana og reyndum að hafa svona sígandi lukku í þessu og hemja þetta? Nei, það mátti ekki skipta sér af neinu og allt á bara vaða á súðum, sko. Þetta íslenska aðferðin, í ökkleiða eyra og svo á morgun, þá vorum við í bullandi vandræðum. Smári. Já, með krónuna, þetta svona, oft viljum við frekar tala tæknilega hluti heldur í pólitík. Mér finnst það miklu áverðar sem Ragnar sagði á hann sambandi við vextina. Það undir samfélaginu vél sem að færi peninga frá þeim sem ekki eiga þá, yfir til þeirra sem eiga þá. Og á gullöld Vesturlanda frá stríði fram að nýfrjálshyggjunni þá var þetta leiðrétt tilbaka með háum sköttum sem voru til þess að fjármagna velferðarkerfið sem kannski besta kjarabót sem að fólk með lágar tekjur getur fengið að hafa öflugt velferðarkerfi. Það græðir meira á því heldur en hækkun launa. Þetta system að færa peningana aftur tilbaka sem svona bara út af því hvernig kapítalíska kerfi virkar, það færi það til þeirra ríku, það færi það aftur tilbaka með hærri sköttum. Það var aflagt á nýfrjálshyggjutímanum. Við fórum, eins og í mörgu, fórum við neðar heldur en allar aðrar þjóðir í kringum okkur. Við fórum með fjármagnstekjuskattin niður í 10% og við fórum með fyrirtækjaskattin niður í 15%. Við vorum bara á mörkunum með þess að vera skilgreind sem aflandseyja. Vinstristjórnin færi þetta eitthvað pínlítið tilbaka, en það sem við eigum að gera er að skattleggja fyrirtæki og fjármagn miklu meira. Það líka aðferð til þess að vernda varðandi gengið. Vegna þess að sjávarútvegurinn þolir miklu hærra gengi íslensku krónunnar heldur en útflutnings- og samkeppnisiðnaður annar og jafnvel ferðaiðnaðurinn. Þannig að ein leið til þess að halda uppi stöðugleika er að skattleggja útgerðina og kvótaeigendur rækilega til þess að flytja hluta af gengisagnanum aftur inn í samfélagið og sama á við ferðaþjónustu. Síðasta ríkisstjórn hún aflagði veiðigjöldin svo til alveg og hætti við að setja vask á gistiþjónustu sem hefði haldið aftur af fjölgun túrista og haldið aftur af hækkun krónunnar. Ragnar. Já, þetta spennandi umræða, sko. Ég held að þó að nýfrjálshyggjan og thatcherismin og Reaganomics hafi sigrað í umræðunni, að þá held ég að velferðarkerfi norræna og blandaða hagkerfið sé miklu betra og til meiri frambúðar. Hver á að kaupa framleiðsluvörur kapitalistana þegar að almenningur verður orðin algjörlega gjaldþrota? Þetta gengur ekki upp. Við verðum að halda jafnvægi og það gildir auðvitað okkar litla samfélag líka. Við þurfum ég býst við því að kapitalistarnir munu biðja að fá að borga eignarskatt í framtíðinni til að bjarga fyrirtækjum. Erum við með lága skatta? Nei, það held ég nú ekki, sko. Við reyndar í Viðreisn höfum nú ekkert verið að tala fyrir skattalækkunum sérstaklega. Við höfum nú verið að velta fyrir okkur einmitt með sjávarútveginn og gjaldtöku þar, það sé skynsamlegt, en það er ekki okkar sérstakt keppikefli að hækka skatta. En mér finnst nú svona dregin upp svona kannski dálítið dökk mynd hér af ástandinu hérna. Þrátt fyrir allt held ég að við höfum það nú sko býsna gott á Íslandi í samanburði við hverja sem er. Það þýðir ekki það að það sé ekki margt sem er hægt að laga. Við höfum verið að tala mikið hér innviði, við höfum verið að tala það er að segja í samfélaginu, heilbrigðisþjónustu og við erum að tala núna húsnæðismálin. Ég meina þetta er ekki alveg í besta lagi eins og það gæti verið, en við mögum heldur ekki gleyma því að það er ekki mjög langt síðan að við lendum í einni versta efnahagsáfalli sem þjóðin hefur farið í gegnum. Já. Og ég held að sé nú eiginlega sama á hvaða mælikvarða er litið að þá stöndum við nú býsna vel í dag. Nú þurfum við að spila vel úr því sem við höfum og ég held að við séum í öllum færum til þess að gera það. En það er auðvitað líka vandasamt og það þarf að huga að mörgu. Þannig, þú veist, ég er ekki að segja hér sé allt fullkomið langt frá því. En verður til dæmis hægt að koma genginu, að lækka gengið? Muni gengið lækka? Já, það er erfitt að vera spámaður, sko. Þegar maður lesum afbókanir erlendra ferðamanna og ég minna held reyndar að það sé nú kannski að einhverju leyti svona kannski full mikið gert úr því akkurat núna, en engu að síður, við erum að verða dýrasta land í heimi og það örvar ekki ferðamennskuna nema að
það kemur ríkara fólk þá væntanlega, hlutfallslega skyldi maður ætla, en það er náttúrulega ekki til þess að örva ferðamennskuna, og það er auðvitað sko áhyggjuefni ef, og ég segi bara ef og ég ekki að spá því, ef það yrði allt í einu sko verulegu samdráttur, við erum náttúrulega ennþá í alveg gríðarlegu. Þetta náttúrulega bara eins og, ég fór í gær í opnun stórkostlegar listamiðstöðar sem maður kallar Marshallhúsið og maður fór að hugsa, hún var byggð út af síld sem gekk í Hvalfjörðinn. Vitið þið hvað síldin gekk lengi í Hvalfjörðinn? Þetta verið 2 ár og þá voru ekki lengur verkefni fyrir þessa verksmiðju. Hún er loksins búið að finna henni tilgang hérna, hvað er það, 70 árum síðar, eitthvað svoleiðis. Já, ég held að ég verð að taka undir þetta með skattlagningu og annað slíkt. Ég auðvitað er ekki sammála þeirri stefnu sem tekin var á síðasta kjörtímabili varðandi skattlagningu stóreignafólks og annað slíkt, og við heyrum það bara líka á heimsvísu, og þá er þetta örfáir einstaklingar sem eiga meirihluta fjármagnsins, og til þess að stemma stigu við og styðja við peningastefnuna, þá hefði ekki átt að lækka hér skatta eins og gert var, í staðin fyrir að í rauninni að hækka það og búa okkur í haginn. Ég meina, tekjustofnar ríkisins eru mjög veiktir, voru semst veiktir á síðasta kjörtímabili, og staðan er í járnum, það er bara þannig, þegar að frá eru dregnir þessar einskiptis aðgerðir, og ríkisfjármálastefna sem að nú er til umræðin á þingi, að hún styður alls ekki við velferðaruppbyggingu hér til næstu ára eða innviðauppbygginga. Það er alveg, og það voru að sjá vantilega núna næstu dögum þegar áætlunin þeirra kemur fram. Það er svolítið athyglisvert að sjá hverjir eiga peninga á Íslandi. Það er náttúrulega lífeyrissjóðirnir, og lífeyrissjóðirnir, mann er nú verið að kalla því að lífeyrissjóðirnir komi húsanlega inn og í einhverju uppbyggingu á félagslegu húsnæði eða á húsnæði, ódýru húsnæði, en það er ákveðin sko, það eru vankantar þar á, en svo er það sko, stærsta leigufélagið er kvótapenningafélag, það eru peningar sem koma úr kvótakerfinu, og svo er annað leigufélag að taka í gang, og það eru peningar svona útvarpspeningar frá því fyrir hrun, og maður veltir fyrir sig sko, hverjir eiga peninga á Íslandi? Akkurat þetta eins og ég sagði áðan, þetta er að verða sama samþjöppunin í rauninu og varð fyrir hrun, því miður. Sko, ég þarf að skipta þér út, Jón Steindór, þú ert búin að vera á Bjartsýn hérna, það er að hafa svona bjartsýnar menn, og Mikael Torfason ætlar að koma inn með á Svartsýni. Takk. Já, hafið þið hlustað á þætti Mikaels í kontaktina? Já, frábærir. Og verðugt viðfangsefni og velgerðir. Já, ég ætla nefnilega að heyra aðeins í Mikael þessa þætti. Mikael, velkomin hér í sætið. Takk. Sko, þú ert að gera þætti á Rás 1 sem eru á Laugardalsmótnum fátækt og já, þessi þættir hafa slegið í gegn, menn eru að hlusta á þetta og menn eru að ná í þetta í podcasti og það er mikil umræði í kringum eins og þetta en sko, hverju ert að tala við og hverjir eru hinni fátæku sem þú ert að nálgast þarna? Ég er svona flokka með mikilli einföldun yfir í 2 hópa. Ég byrjaði í fyrsta þættinu var ég að tala við kennslukonu, kennara sem er hámennta fólk í dag, sem býr í leiguíbúð og með 300.000 krónur útborgað, 2 barna einstæðmóðir, leigir á 190.000, er það heppin að því hún leigir af einstaklingi, hún myndir leigja þessa sömu íbúð á 230, 50, 60.000 ef hún myndir leigja hjá Gamma eða kvótakongunum. Og það sér þú þarft ekki að vera neitt stærðfræðingur, sko, þú getur verið fallið á samræðuprófum í stærðfræði eins og ég, til að sjá það að reikningsdæmið gengur ekki upp, hún með 300.000 krónur útborgaðar. Og þetta er bara, ég satt heima á henni, það má ekkert koma upp á. Hún má alls ekki líkamlega neitt koma upp á og hún má náttúrulega sjá fyrir sér sko, með því að vinna þá aukavinnu á sambýli. Var fyrir árás á sambýlinu, af því að voru náttúrulega ófáir. Já. Lagðist í rúmið og þegar ég hitt hana þá lá hún heima. Hún gat á ekki unni aukavinnuna og gat ekki, og er í þessu skeiði þar sem þú ert sko næstu því að detta bara alveg og sökkva inn í fátækrapyttin. Og þú bara sekkur alveg, það má ekkert koma upp á. Ég talaði líka við verkafólk í Sandgerði, konan vinnur við ræstingar í Leifsstöð, er í túristasprengjunni svo kalluðu, og maðurinn við húsasmiðar. Þau eru langt undir fátækrarmörkum. Og það var svona sjokkrandi fyrir þau að fara inn á heimasíðu Þorsteins Víglundssonar, velferðarráðherra, velferðarráðuneytið.is og stimplinn hvað þau ættu að geta. Það vartu með sko 2 viðmið á þessari reiknivél hjá velferðarráðuneytinu. Annað er sko dæmigert sem er það sem að ríkisstjórnin myndi flokka sem sko millisettarlíf. Þá getur þið farið í sumarbústað 1 viku eða eitthvað slíkt og átt bíl og getur borgað fyrir fótboltakrakkana og svo eru þeir með grunnviðmið. Og það er, ef þú ferð undir það, þá ertu undir fátækrarmörkum. Og þessi fjölskylda í Sandgerði
var líka undir því. Sko, Getur bara ekki séð fyrir sér og í fyrra slóum við Íslandsmet í nýgengni á öryrkjum. Bæði vegna þess að flýtist eitthvað afgreiðslutíminn, en líka vegna þess að ég talaði líka við fullt af fólki sem horfði á ein stúlka sem núna komin í mannfræði, horfði á mömmu sína sem bjó í félagslegu húsnæði í Fellakörfi í Vesturberginu. Horfði hún skúraði Kaupþing í góðverðinu. Skúraði fyrir Hreiðar Má og þess að kalla. Og hún horfði á hana, sökkva niður í kvíða og þunglindi í bara stórkostlegu góðæri, þar sem hún var á endanum komin á örorkubökkur, búin að vera á líkama og sál. Og þetta veruleiki þessa fólks. Og við ætlum að gera það sama við kennarana. Ég las bara í fréttatímanum í gær að byrjunarlaun hjúkrunarfræðings, byrjunarlaun hjúkrunarfræðings á Landspítalanum 370.000 krónur. Hámennta fólk. Og síðan situr einhver grásprengtur ríkisbubbi af því að þingmenn fengu nú 2 milljónir. Nei, ekki alveg svo reynd. Var það ekki alveg svo? Ekki alveg svo. En leiðir ekki vorkin ykkur. Já, ég er með 930.000. Og með 930.000. Og situr einhver ríkisbubbi, grásprengtur frá Samtökum atvinnulífsins, þetta ríkisstjórn atvinnulífsins, situr hann. Þetta nú ekki svo slæmt maður, getum við ekki rætt evruna og getum við ekki rætt þetta og hitt og mér nú alveg saman með þessi leigufélög, það vill engin lög á leigufélög. Vegna þess að rétturinn til að græða á fátæku fólki svo ríkur. Það eignarétturinn, það eignaréttur kvótakóngsins sem græddi 2.000 og eitthvað milljónir í fyrra. Á því að leigja fátæku fólki sem eru ekki efnað að kaupa sér íbúð. 4 af hverjum 10 undir 30 hafa ekki efni á að flytja heiman. Hafa bara ekki efnað. Fleiri þúsund fátækar. Og íslenski kjósendur eiga líka bara að skamma sín fyrir að kjósa verstu ríkisstjórn sem við höfum kosið. Vegna þess að sama hvað þetta að segja ljótt Framsóknarmenn og Sigmund Davíð og Halldór Ásgrímsson sem voru svona hægrisinnaðir leiðtogar Framsóknarflokksins. Það var alltaf einhver aftursætis bílstjórar í Framsóknarflokknum sem voru svona félagshyggju megin, þó að þeir hafa tekið þátt í að einkavæða Verkó, þá var alltaf eitthvað, maður hitti alltaf eitthvað Framsóknarmann sem hafði einhvern veginn áhyggjur af fátæku fólki og áhyggjur af alþýðunni. Það var eitthvað. Hérna erum við bara með við erum að horfa inn í gin ljónsins með þessa ríkisstjórn. En þú ert að tala fólk sem ég afsakaði Jón Steindór og þú ert ekki hérna til þess að svara honum. Nei, þetta átti ekki að hafa hann hérna. Í alvörunni. Það bara komið nóg að þessu fólk. Við skulum ekki tala svona gesti þáttarinn, en það sem að gerast, þú ert að tala fólk sem þú segir eins og að troði marvaðan. Og það þetta fólk sem kannski, maður myndi segja, sé kannski neðri millistétt. En svo ertu líka að tala fólk sem beinlínis bara í örbirgð, sem eru þá bótaþegar og öryrkjar og fólk sem þarf að sækja og er í þeirri deildinni. Já. 8 ára dóttir mín sagði mér morgun, pabbi, þú mátt ekki vera svona reiður við mennina, aftur. Þegar ég byrjaði að tala við það, að fyrra sumar þá kynntist ég konu og það var ástæðan fyrir ég fór út í þetta, sem bjó í þetta svona göngutúr sem ég fer með hundinn, bara rétt hinum með yfir götuna, sem bjó þar í félagslegu húsnæði, 3 barna móðir, kasólétt. Bróðir hennar, fátækur líka, á sófanum hjá henni, í 2 herbergja íbúð á vegum félagsmála yfirvalda Reykjavík. Og ég kynntist henni og hún fór að segja mér frá sínu lífi. Hvernig hún þurfti að læra að vera fátæk, þetta ung kona, 24 ára gömul, hún ekki fengið mörg tækifæri í lífinu. Hún bæði að berjast bara við áfallastreituröskun vegna æsku sinnar og þetta bara manneskja sem okkur alveg samum. Og þess vegna fyllist ég svona heilari réttlætiskennd og bara þetta snerti mig djúpt að fylgjast með henni og börnunum hennar og hún hefur reynt ýmislegt fyrir sér til að sjá fyrir sér af því að meðal annars einhvern tíma reyndan að selja kannabis og bara hvað sem til að reyna að redda sér. Þetta ekki aumingi eins og fólk segir oft. Þetta bara fólk sem við höfum skilið eftir og við höfum skilið eftir á bótum sem eru skammarlegar. Og við viljum að það séu skammarlegar sem samfélag, við viljum að það séu lágar vegna þess að við viljum einhvern veginn ná að kúga þetta fólk til að hætta þessu. Og síðan gerum við alveg ofboðslegar, í svona umræðu gerum við oft alveg ofboðslegar siðferðislega kröfur, þetta fólk ekki bara að svíkja? Það hafa verið sett upp leikrit í Borgarleikhúsinu það að einhver kona var í Fellakörf að svíkja út bætur. Og þetta höfum við gert sem samfélag. Til að mála þetta fólk, það var reynt, og við hefum sögu líka bara í heiminum, einu sinni var reynt að mála þetta upp sem sér kynþátt, fátæka, og væri einhvern veginn
væri einhvern veginn bara eðlar sig og byggir sig til fátæklinga. Við viljum endilega fjalla Efra-Breiðholt sem bara þar sé fólk að fá að erfa bara það að vera á bótum af því að það svo fínt. Og þessi kona sagði við mig að sko, mesta stolti hennar þegar eitthvað gengur vel, hún nær eitthvað gefur henni peninga, eitthvað, hún þarf ekki að fara á mæðrastyrksnefnd, þarf ekki að fara þá vikuna og óska eftir hjálp. Vegna þess að allir vilja, þú veist, allir sem ég hitti, og ég hitti sko 10 manna og 10 fjölskyldna sem að berjast bara virkilega í bökkum, einmitt líka vegna þess að þau eru öryrkjar og eru bara algjörlega í lægstu lögum samfélagsins. Bara í lægstu lögum. Ég hitti skúringakonu í restitækni konu á miðjum aldri í röðinni hjá Fjölskylduhjálp sem var búin að missa húsnæði og orðin öryrki. Hún var bara að skúra hjá DIB. Hann getur ekki lifað á laununum sem hún á. Ég get það ekki. Og það er ekki hvet fólk til að fara inn á taka bara flokk, þú með þitt, taka bara og fara inn á velferðarráðuneyti og reikna út þeim bara framfærsla án leigu. Ég hvet fólk til að gera það og síðan ég veit að örugglega margir Íslendingar fóru út og fengu sér kannski drykk og eru partur af einhverju hærri launahópi og höfðu efni á því að fara út í gær og fá sér drykk. Þá getur þú bara hitt leikskólakennarinn sem þar að vinna sem glasabarn vegna þess að fólk sem vinnur hjá ríki og bæ á þessum launum hefur bara ekki efnaði og þetta er sama eins og einhver segir þá kannski já, meðallaun kennara eru 565.000. Það eru meðallaun kennara. Það eru náttúrulega einhverju hærri og einhverju lægri eins og konar sem ég þekki, en 560.000 á mánuði eru 380.000 útborgað. Þú er ekki efnað að leigja hjá kvótakongunum og nota bene 565.000 á mánuði voru há laun árið 1990. Við búum bara ekki í sanngjörnu samfélagi. Þegar 370.000 krónur byrjunarlaun hjúkrunarfræðings, þegar fólk á að lifa á örorku sem sko 129.000 og 180.000 krónur á mánuði og við eigum bara þegar við leggjumst á kottan í kvöld, þá eigum við að skammast okkar. Mikael, þættirnir eru á Laugardagsmótnum, hér á Rás 1 og hægt að hlusta á podcastinu. Ég þakka ykkur fyrir að koma í þáttinn. Þetta var hressandi. Hingað komin Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, stjórnsýslufræðingur. Við ætlum að tala um heilbrigðiskerfið og þú ert náttúrulega sérfræðingur í því og hefur rannsakað íslenska heilbrigðiskerfið alveg frá því að sameining sjúkrahúsanna var hér á sínum tíma og einhvern veginn þetta kerfi var mótað sem við búum við núna. En það að gerast náttúrulega býsna stór tíðindi og kannski helst það núna að ráðherra, hann þarf að ákveða varðandi einkarekstur í hvort hann á að leyfa klíníkinni að verða sjúkrahús og það eru sem sagt ákveðin tímamót þarna núna. Já, það eru, eins og þú segir, ég er búin að vera rannsakað heilbrigðiskerfið nokkuð lengi, að bara vegna þess eitthvað verður að gera það, ekki satt. Og það sem ég sýnist vera núna að blasa við það að svo ákvörðun sem ráðherra liggur yfir núna, þess að dagana og væntanlega verið kynnt núna næstu dögum, hún felur í sér meiri háttar stefnubreytingar. Verði af því að ráðherra samþykki samninga við þetta fyrirtæki. Og ástæðan er svo að með þeim samningum þá eru stjórnvöld í raun og veru að lýsa því yfir að þau séu samþykk fjármálavæðingu íslenskrar heilbrigðisþjónustu. Og fjármálavæðing íslenskrar heilbrigðisþjónustu felur í sér svona ýtrasta form einkavæðingar. Og eins og alls staðar annars staðar í íslenskri heilbrigðisþjónustu þar sem einkavæðing í nánast í öllum tilvikum, að þá sú einkavæðing þannig að hún gerir ráð fyrir og reiknar með greiðslum úr opinberum sjóðum. Já. Þannig þarna þá beint fjármagni inn í fyrirtæki sem fjármálavætt. Fjármálavæðing þýðir það að tækifæri gefst fyrir fjárfesta sem sjá sér hag í því að hagnast á íslenskri heilbrigðisþjónustu að fjárfesta. Og við sjáum til dæmis í þessu tiltekna fyrirtæki að þá eru sjávarútvegsfyrirtæki orðið þarna fjárfestir. Sjávarútvegsfyrirtæki sem greiðir sér arð af auðlind okkar, notar það til að fjárfesta í heilbrigðiskerfinu okkar. Já. Og það sem ég langar til að ítreka í þessu sambandi og þegar ástæðan fyrir því að ég alltaf að rannsaka þetta kerfi það að rannsóknir eru líka að sýna það að almenningi svo umhugað það að þetta kerfi verði áfram fjármagn á opinberum sjóðum. Það er
segja rannsóknir og nánast nálægt því segja líka að við viljum að heilbrigðiskerfið eða heilbrigðisþjónusta sé veitt af opinberum stofnunum að mestu. En ástæða fyrir því að það er ástæða til þess að fylgjast mjög vel með ákvörðun ráðherra sem verður kynnt á næstu dögum er það að þessi ráðherra, hann hlýtur bara eins og ég sé þetta og eins og ég er búin að skoða þetta, hann hlýtur eiginlega að vera milli steins og sleggju. Já. Og hvers vegna skildi það vera? Það er ekki bara spurning einhverja venjulegan einkarekstur. Þetta er þessi fjármálavæðingar þáttur sem kemur hérna inn í þetta sem býður upp á fjárfestingar. Og meðal hluthafana í þessu fyrirtæki sem umræðir er stór frændi í forsætisráðherrans og fjármálaráðherrans og fleiri ættingjar jafnvel fyrir utan sjávarútvegsfyrirtækið. En þar með er ekki öll sagan sögð fyrir þessa klemmu sem að heilbrigðisráðherrann hlýtur að vera í með samstarfsfélögum sínum það í ríkisstjórninni. Vegna þess að það er þannig að þegar ráðherra tekur ákvörðun, þá verður hann að taka ákvörðun samkvæmt lögum. Hann er bundinn af lögum. Og hann þarf þannig þegar hann tekur þá ákvörðun, þá þarf hann að meta og taka meiri hagsmuni fram yfir minni. Og það ákvæði í lögunum sem að ráðherra horfir í núna og hlýtur að þurfa að líta til varðar og snýra samningum heilbrigðisþjónustu. Og þetta er ákvæði í sjúkratryggingalögum. Þetta er grein númer 40 sem er svona stór og mikil grein og í þeirri grein er ákvæði sem fjallar val á viðsemjendum. Og þar segir meðal annars að við samningagerð heilbrigðisþjónustu skal þess gætt að raska ekki þeirri heilbrigðisþjónustu sem veita ber samkvæmt lögum. Ráðherra þarf bæði að líta til sjúkratryggingalaga og svo heilbrigðisþjónustulagana. Nú er það svo kaldhæðnislegt eins og það hljómar að þetta er magnað ákvæði á margan hátt. Það er magnað að því lítinu til að líklegast hangir líf hugmyndarinnar háskólasjúkrahúsið á þessu ákvæði í dag. Ég skil, já. Vegna þess að... Ég skil ekki. Já, ég meina þetta þarf fólk virkilega að líta til. Landspítali háskólasjúkrahús er háskólasjúkrahús og það er ákveðin hugmynd og það er ákveðin tilgangur og ákveðin markmið með því og þá umræður við löngu búin að taka. En það er annað sem er magnað við þetta ákvæði. Það var verulega styrr þetta ákvæði þegar það var í frumvarpinu og þá var það alveg sérstök grein í frumvarpinu. Og frumvarpið gerði ráð fyrir því að það var sjálfstæð grein sem héti þarna val á viðsemjendum. Og þannig var að þáverandi heilbrigðisráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson, vildi að þessi grein yrði tekin út úr lögunum, út úr frumvarpinu. Og það var líklegast vegna þess að það var ykkur styrr og það var óánægja í baklandi ráðherrans. Og megin, það er hérna, nánustu ráðgjafar ráðherrans á þessum tíma, voru Benedikt Jónasson, sem er núna fjármálaráðherra, og Steingrímur Ari, sem er forstjóri sjúkratrygginga. Og aðstofamaður ráðherrans á þessum tíma var Hanna Katrín Friðriksson, sem núna er þingmaður í flokki fjármálaráðherrans. Þannig að þetta eru þær aðstæður sem er að skapa, mjög sérstakar aðstöðu fyrir þennan ráðherra sem núna á að taka þessa ákvörðun. Og hann er með þessa ákvörðun einn, sjáðu. Er það ekki ótrúlega óeðlilegt að ráðherra sé einn að ráðslaga með þetta? Það er svona fræðilega séð algjörlega galið. En í íslenskri stjórnskipan þá er það þannig, vegna þess að ráðherra ræður. Og ráðherra stjórnsýslan á Íslandi er mjög öflug. Þannig að þessi ráðherra situr nú þarna á milli þeirra frænda sem hafa bæði þessa hagsmunatengsl við frænda sinn sem er stærsti hluthafinn í klínikinni, hafa þessi tengsl, þessi námitengsl, ættatengsl, pluss það að þessi saga, þessa magnaða ákvæðis sem átti ekki að fá að vera til, er núna hugsalega ef ráðherrann, heilbrigðisráðherrann, myndi nú taka þá stöðu eins og hann gerði í búvörusamningunum, taka þessa stöðu með almenningi og segja nei við þessu, að þá er hann svona í ákveðinni klemmu þarna í þessu stjórnarsamstarfi. Ég get ekki skilið öðruvísi. En hvernig hver er munurinn á þessum einkarekstri
og öðrum einkarekstri sem að náttúrulega það einkarekstur víða í heilbrigðiskerfinu. Já, munurinn á þessum einkarekstri Egill sá að hér verið að tala sjúkrahús, innlegu. Og þetta jú reyndar ekki fyrsta einkasjúkrahús á Íslandi. Leyfum við bara að ítreka það. Sankt Jósefsspítali á Andagötu var einkasjúkrahús. En það var rekið af nunnum. Það var góðgerðarform og sjálfseignarstofnun. Það var ekki verið að borga sér arð út úr rekstrinum. Þetta sjúkrahús sem byggt þannig upp sem í því rekstraformi að þeir sem eru þar eigendur að hlutafé geta greitt sér út arð. Og þessa umræðu erum við ekki búin að taka hér á Íslandi. Viljum við að heilbrigðiskerfið okkar og sá einkarekstur sem þar og verður í framtíðinni sé fjármálavæddur með þessum hætti. Það það að bjóða upp á tækifæri fyrir fjárfesta og við fjárfesta sem í algjörlega óskyldum rekstri. Viljum við það? Við erum ekki búin að taka þessa umræðu, Egill. En sko nú mikill einkarekstur í heilbrigðiskerfinu. Við erum alltaf með þetta mikla kerfi þar sem að sérfræðilæknar eru út allan bæ með sinn einkarekstur og það náttúrulega í sumu leyti hægt að segja að það sé myljandi gróði á ferðinni. Já, og má ég þá segja það, þú þurft að nefna hann einkarekstur. Hann tilkominn og megin drifkrafturinn í þeim einkarekstri hefur fyrst og fremst verið fjármálalegir hagsmunir lækna. Og þeir hafa drifið þróun heilbrigðiskerfisins áfram allt frá því að samningar opnuðust á aukin einkarekstur. Og það fyrirbæri út af fyrir sig búið að gagnrýna mjög af mörgum aðrum sem hér hafa tekið út íslensku heilbrigðisþjónustuna og bent á það að þetta dýr kostur þegar á heildina litið. Já. Plús það að þetta form að grafa undan þeirri hugmynd sem að baki háskólasjúkrahúsinu og baki þeirri réttlætingu að hér voru saminu 3 sjúkrahús og gerðað einu stóru háskólasjúkrahúsi og það ákveðin hugsun í því. Og sú hugsun undirstaðan í því að hér verði byggt upp heilbrigðisþjónusta með góðu öryggi og miklum gæðum. Og það eingöngu hægt að ná því fram inn í háskóla hugmyndin vegna þess að þar þurfum við að fá saman alla þá sérfræðinga og við þurfum að fá þeim þær aðstæður að þeir geti haft nægilega mikið að gera til þess að vera í stöðugri þjálfun og til þess að geta lært að hverju einu tilviki einstaklingar sem eru að fást við. Þetta skiptir máli, þetta megin hugmyndin á bak við háskóla konseptinu og ég svolítið undrand á því hversu svona mikið við hefur fjarað undan þeirri hugmynd vegna þess að þú heyrir bara honum meira og meira að tala þjóðarsjúkrahúsið og sjáðu til þessi hugmynd þjóðarsjúkrahúsið. Ég veit ekki alveg hvað hún komin, satt best að segja, þetta hugtak ekki eins og til í lögunum, sjáðu. Þjóðarsjúkrahúsið, hvað það? Ég held að þetta sé svona ákveðin pólitísku leikaraskapur til þess að láta svona þessa hugmynd smá saman dofna sem háskóla sjúkrahúsið byggir á. En sko það var náttúrulega og menn kannski þekki ekkert lengur vel bakgrunn að þessu, það var öllu svo steypt saman og það var gert gríðilegt átak og þetta átti alltaf verða miðstýrt en svo hafa menn kannski verið einhvern veginn að hola þessa hugmynd að innan. Algjörlega og rannsóknir mínar á þessari sameiningu aftur og aftur kom þar fram í gögnunum að það var ekki hugsun til dæmis eins og sjálfstæðismanna í ríkisstjórninni að þarna stórt og myndarlegt háskólasjúkrahús. Nei. Sameiningin í þeirra huga var fyrst og fremst tækifæri til að koma sjúkrahússtarfseminni í Reykjavík undir einn hatt til að geta haft miklu meiri tök á ráðstöfun þess fjár og það sem færi í þessa starfsemi. Þeir vildu í raun og veru þrengja svo að þessari starfsemi þeir gætu komið sem mest út á markað sem gat við út á markaði en hafa bara háskólasjúkrahúsið, það var ekki háskólasjúkrahúsið þeirra hugum, þetta bara var sameinað sjúkrahús og það átti að vera eins lítið og mögulegt var og allt annað að fara út á markað. En það algjörlega andstætt háskólasjúkrahús hugmyndinni og þá getur Landspítali háskólasjúkrahús ekki staðandi nafni. Það verður að hafa allar sérgreinar og það þarf að hafa nægilega mikið að gera, hvort heldur það eru flóknar aðgerðir eða minna flóknar aðgerðir. Vegna þess að þú þarft að halda þínu fólki í þjálfun og það þarf alltaf að vera á tánum og geta tekið móti alls konar tilfellum sem hér kunna koma upp hjá landsmönnum. En Óttar Proppé, hann þarf sem sagt að ákveða sig. Já, og ef almenningur meinar eitthvað með því að hann sé umhugað það, þetta sé fjármagn og raupur í sjóðum,
heilbrigðiskerfið okkar og að mestu veitt af opinberum aðilum, þá þarf almenningur að halda vöku sinni og svona fara í smá störukeppni við ráðherrann. Hann í klípu, sýnist mér. Sigurbjörg, þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Við höldum hér áfram með Semu Erlu Serdal, tölum Tyrkland og það undarlega ástand sem þar Hér Sema Erla Serdal af tyrknesku bergibrotin og við ætlum að ræða Tyrkland. Þetta ástand sem í Tyrklandi, það á að fara að greiða atkvæði stjórnarskrárbreytingar og við fylgjumst með tyrkneskum stjórnmálamönnum hafa í svona heitingum við Evrópu og fá tala við Evrópuríki með allt öðrum hætti en tyrkneski stjórnmálamenn hafa gert. Hvað á seyði? Ég held að kannski það sem fyrst og fremst það sem var mjög fljótur að læra var það að það enga tilviljanir þegar kemur að Erdogan og það sem hann náttúrulega velti fyrir sér að þú nefnir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þá að fara að breyta stjórnarskránni. Þetta einhverja 18 greinar sem hann vill breyta og sem snýst náttúrulega fyrst og fremst það að færa völdin frá þinginu til forseta. Þannig að hann raunin náttúrulega bara á þeirri vegferð að auka sín völd og þegar þú ert í svona vegferð sem einkennist auðvitað miklu leyti að þjóðernishyggju og ég meina þú þarft að ala á svona þeim tendensum hjá fólki að þá náttúrulega þarft að finna einhvern óvinn og hann náttúrulega bara búinn að ákveða það að nú sé það Evrópa og þannig að með öllum þessum aðgerðum að ráðast á hollensk þjóðvöld þú veist þjóðverja, hollendinga hann náttúrulega bara að ala á þessum og hann bara að sækja sér stuðning, það bara fyrst og fremst það. Hann að afla sér stuðnings til þess að geta farið í þessar breytingar sem hann vill. Sko, og þetta svo skrýtnar yfirlýsingar, sko, til dæmis utanríkisráðherrann talar að verði heilagt stríð í Evrópu einhvern tímann og svo segja þeir nú Tyrkir í Evrópu að fara eignast 5 börn í staðinn fyrir 3. Þetta náttúrulega mjög óþægilegt fyrir Evrópu þegar þeir að hlusta á þetta. Þetta það og þetta ég meina, þessi þróun sem bara að eiga sér stað í Tyrklandi eiginlega alveg bara, hún náttúrulega fyrst og fremst bara ótrúlega sorgleg og það alveg hræðilegt að horfa upp á þetta og hann virðist vera alveg gjörsamlega óstöðvandi og þessar yfirlýsingar náttúrulega komnar langt út fyrir öll eðlileg mörk og það virðist einhvern veginn vera þannig að það ekkert sem að stoppa hann. Þeir hætta aldrei, þeir ganga einhvern veginn, alltaf þegar maður heldur að þeir geti ekki gengið fram að mann lengur, þá kom einhver svona útspil og þetta náttúrulega bara til háborana skammar fyrst og fremst og það einhvern veginn, maður getur ekki séð fyrir endan á þessu öllu saman. Hvernig með sko andstöðuna í Tyrklandi sjálfu? Einhver alvöru mótspyrna gegn Erdogan og getur fólk núna verið að fangelsa fólk og fólk rætt? Já, hann náttúrulega, sko fyrst og fremst hefur hann náttúrulega verið herinn sem hefur svona verið að standa vörð þessi tyrknesku gildi. Ég meina, tyrkneska lýðveldi stofnað á þeirri hugmyndum veraldlegt samfélag, aðskilnað ríkis og trúar og þessum vestrænu gildum og það náttúrulega herinn sem hefur staðið fyrst og fremst völd þau og hann til dæmis náttúrulega alveg búinn að lama herinn og ég meina auðvitað fullt af fólki og ég meina hinn almenni tyrkneski borgari, það ekkert allir með Erdogan í þessari vegferð og við höfum séð þetta svo oft áður og allt síðan Erdogan varð borgarstjóri í Istanbul 1994, þá hefur fólk verið með í maganum með þessu. Já. Það hefur bara alveg síðan þá að því hann náttúrulega með þennan trúarlega bakgrunn, hann fær trúarlegt uppeldi, hann kemst fyrst, kemur inn í stjórnmálin með íslamska velferðarflokknum og sem síðan lagður niður þegar herinn tekur völdin 97, hann bara bannaður. Já. Þannig að fólk hefur einhvern veginn verið að bíða eftir þessu og það náttúrulega búið að gera svo margar tilraunir en Erdogan bara komin miklu lengra
heldur en okkur hefur tekist áður. Og maður var nú sko, ég hef nú verið dálítið mikið í Tyrklandi og ég á vini í Tyrklandi og þetta er fólk sem að sko tjáðu sig á Facebook fyrir nokkuð, hafi svo verið að mótmæla á Taksim og tjáðu sig á Facebook stjórnmál, en það er alveg, það tjáðu sig ekki lengur stjórnmál á Facebook, maður sér það ekki. Nei, fólk bara vill ekki, það bara hrætt, eðlilega, ég meina hann er búinn að fangelsa hermenn, dómara, kennara, hann ræðst á opinbera stofnanir, fjölmiðla, hann alltaf bara traðkar á lýðræði og mannréttindum eins og hann mögulega getur. Og svo það náttúrulega þannig til dæmis að þegar hann verður forseti 2014, fyrstur forseta til að vera kjörinn beinni kosningu, þá eru þingkosningar sama ár. Og þá í þeim kosningu, þær voru svo sögulegar, ég meina þá voru aldrei kjörna fleiri konur, fulltrúar minnihlutahópa og réttlætis að þróunarflokkur Erdogans missir í fyrsta skipti meirihlutann á þinginu. Já. Hvað gerir hann? Flokkurinn er eini sem fær umboð til stjórnarmyndunar. Enginn vill vinna með þeim nema þjóðernissinnarnir, það dugir ekki til. Hann gefur engum öðrum flokki möguleika á að mynda ríkisstjórn, heldur boðar hann bara til annarra kosninga. Og þeir ná aftur sínu meirihluta, sem betur fyrir ekki nægum meirihluta til þess að geta gengið fram hjá þjóðinni til þess að fara í stjórnarskrárbreytingar. En ég meina, þannig að auðvitað er fólk bara uppgefið. En segðu mér, sko þessar kosningar stjórnarskrána eru 16. apríl. Já. Er einhver möguleiki að Erdogan verði stöðvaður í þessum kosningum? Ég er ekki viss. Ég vona það innilega og ég vona hreinlega bara að tapi þessari kosningu vegna þess að þetta mun bara eyðileggja tyrkneska lýðveldi eins og við þekkjum það í dag. En maður er náttúrulega, eins og ég segi, vonin er einhvern veginn farin að svo miklu leyti og maður einhvern veginn bara, það ræður enginn við hann, það hafa allir einhver hagsmuna að gæta, evrópsk stjórnvöld fara ekki gegn honum, Bandaríkin segi ekki neitt, það einhvern veginn bara, hann virðist vera óstöðandi. Þannig að Evrópumenn eru með þetta samkomulag við hann, sko hann er að halda aftur af flóttamannastraumnum til Evrópu og það einhvern veginn bindur hendur Evrópuríkja, þetta er svolítið svona, þið verður bara að segja, þetta er hálfgerður skíta business. Já, þetta er náttúrulega bara alveg ótrúlegt að Evrópusambandi hafi og bara, ég meina, maður vill nú meina að þeir hafi neyðst til þess, en það er náttúrulega bara alveg ótrúlegt að þeir hafi þurft að fara í samningaviðræði við Erdogan og svo þetta náttúrulega með sko Evrópusambandsaðild að ég meina, einræðisherrar hafa engan áhuga samstarfi sem að felur í sér að afsala sér fullveldi. Nei. Þannig að það er bara einhvern veginn út úr myndinni. Og Tyrkland var náttúrulega umsóknarríki í Evrópusambandinu og er held í enn bara. Já, en það er náttúrulega, með þessum stjórnarskrárbreytingum og segjum að við tækjum sko dauðarefsingun aftur, þá er það náttúrulega bara farið. Já, og í rauninni, ég meina, það er ekkert sem bendir til þess að Tyrkland muni gangin í Evrópusambandi sko næstu ára eða áratugi, ekki með þeirra á þessari leið. Og ég meina, dauðarefsing til dæmis er bara, það er bara eitt af grundvallaratriðum, það er bara bann við dauðarefsingum í stjórnarskrá innan Evrópusambandsins. Og svo er náttúrulega það sem hann er að gera, þetta er svona, það er svo mikið á óþægilegum breytingum, ég meina, hann vill fjölga þingmönnum, hann vill lengja kjörtímabilið, hann vill sem sagt breyta því sem að nú er, að forseti verður að vera óháður stjórnmálaflokkum. Hann vill breyta því til dæmis, að nú megi þeir vera í stjórnmálaflokkum. Hann er að fikta við herdómstóla, hann vill helst bara leggja þá niður. Og það er svona, hann er náttúrulega færa til sín völd, hann verður aðstigjumaður ríkisstjórnarinnar, hann getur valið sér einn eða fleiri varaforseta, hann hefur áhrif á skipan ráðherra, þannig að þetta er svona, hann er bara einhvern veginn að taka til sín meiri og meiri völd. Þannig að það er verið að leggja grunninn að einræðisríki. Algjörlega, ekkert annað. Og hann mun bara sitja og svo bara næsti sonur hans eða hver það er og maður, svona, það er svona tilfinningi sem hann hefur og það bara er verið að gera hluti sem við viljum bara ekkert sjá árið 2017 í lýðræðisríkjum. Er hægt að, sko það tala að atkvæði Tyrkja í Evrópu skipti máli? Já. Er það rétt? Já, ég held náttúrulega að þeir eru náttúrulega greiðlega margir sem eru á kjörskrá og ég held að þeir svona sem að kannski hafa verið lengi í Evrópu og frá Tyrklandi eru náttúrulega ekki endilega stuðningsmenn Erdogans, þannig að hann er náttúrulega að reyna að hafa áhrif á þá. Hvort það muni skila sér, ég veit það ekki, en maður náttúrulega bara vonar það besta. Sem að þakka þið fyrir að koma. Silfrið búið hjá okkur í dag. Takk fyrir að horfa, Fanný Birna verður hérna með ykkur að viku liðinni.